Með fyrsta lagi til hamingju með daginn og til hamingju með stigin 3. Þetta hlýtur að vera ánægjuleg afmælisgjöf. Já, það gat ekki verið betri. Þetta var frábært að koma hingað og vinna Eiríkana. Þeir eru sterkir og góðir í því sem þeir gera og við berum virðingu fyrir því. Þannig að þeir voru taplausir og ekki ástæðulausir, þannig að við vissum að þetta er erfiðleikur og baráttuleikur og já, við komumst í fína stöður og já, þetta var skrappi og allt það en það var þessi vilji til að vinna leikinn. Þetta var heldur betur baráttuleikur. Ég sá allavega heldur betur stemningu í þessu Háka-liði, það hlýtur að vera ánægjulegt að sjá það líka. Já, það var geggjuð stemming og bara það var ógnarkraftur í okkur. Við vorum að ógna þeim alltaf aftur fyrir, þannig að það var, eins og ég segi, maður fann stemminguna fyrir leikina, það var hungur í okkur að halda áfram að stimpla okkur almennileginn í alvöru toppbaráttu. Hvernig voru taugarnar undir lokin eftir að IR minnkaði muninn? Já, þetta var meiri óþóra ruglið með hann. Nei, það var auka púls þarna í nokkra mínútur, það er engin spurning. Það gerir þetta skemmtilegt, en þá skemmtilega kannski að þeirra flautan fór í loftið síðan. Þetta var æðislegt og þeir allir hóskilið og kollnungt lið og fullt af hákástrákum og þú veist það eru nokkrar okkar reynslumestu mönnum meiddir og við komum viku með ógn og fókus og þannig að ég er að hrósa þessu liði og bara hvað þeir eru góðu fókus á mannskapnum að vilja vinna fótboltaleiki. Þannig aftur er Dagur Orri einn af markaskorunum liðsins, þetta er sjóðhautur maður. Já, hann er búinn að vera geggjaður fyrir okkur og var geggjaður í dag og tók mörkuð sín gríðarlega vel hérna. Og það er bara rosalega gæði og hann fellur vel inn í það sem við erum að gera. Hann er að njóta sín hérna hjá okkur í HK alveg í botn og enn og aftur er hann bara mjög öflugur en það eru fleiri. Þú veist, ég get talið upp nánast allt liðið en sem ég segi, þetta er kollnungt lið og með svona frammistöðu viku eftir viku, það er ekki sjálfgefið, þannig að maður er gríðarlega sáttur með strákana og þeir eru alveg allt róskilið og gátu ekki gefið með betri afmælisgjöf. Kannski aðeins Ólaf Örn, ungur markmaður, hann held ég greip 20-30 bolta í dag og hlýtur að vera ánægður með hann. Já, hann er búinn að vera frábær og eins og ég hef sagt áður, við eigum 2 frábæra markmenn. Óli er ekki bara efnilegur lengur, hann er bara mjög góður markmaður og búinn að standa sig svakalega vel fyrir okkur. Frábær náungi. Hver er staðan á Arnari? Hann var á bekknum í dag, er hann bara heill? Já, það styttist í allavega í hann. Þetta er eitthvað smottir í svona sem hefur ángrað en það er ansi stutt í hann. Háka-liðið hefur verið á mjög góðu skriði núna undanfarið. Já, það hefur verið ágætis svona stöðuleiki í þessu, eins og ég segi, og við höfum verið að tengja núna nokkra sigra og góða frammistöður og kannski svona fyrst og fremst að það er bara ógn að trú á þessu sem við erum að gera og svona vilji til að vinna fótboltaleiki. Það er skemmtilegast heimi, það er að vinna fótboltaleiki. Góða lokaorð, takk. Takk fyrir.